Jói sigurinn á Valsarunum, það rigndi í þristum í kvöld. Já, ég hitti mjög vel. Mikið sjálfsvörð í liðinu og þeir sem fóru í svæði og við fengum mikið opin skotum sem við vorum að taka og bara, já, eins og segi, við hittum vel og á svona vorum að taka góð skot og opin skot, þannig að já, það var mjög gott. Má ekki segja að svona einhver leikliði og létti yfir liðinu sé að koma yfir liðið svona í síðustu umferð? Jó, þetta var jákvætt teikn á lofti, já, klart. Við erum búin að sé eftir að við skýtum á okkur inn í Vesturbæja og þetta búið að vera mikill og góður stígandi í liðinu. Þannig að sem er alltaf gott og jákvætt fyrir það sem koma skal. Deildin einhvern veginn núna þannig því náttúrulega þetta er mjög jafnt 5. til 8. sæti og í raun og veru skiptir engu máli hvaða liðið fáið þannig. Er það ekki þá bara að einmitt koma inn með góðum svona momentum inn í úrslitakeppni? Jú, þetta snýst svolítið um það að vera rétt gírar þegar herleitin hefjast og svo bara sjá til. Ég meina deildin er mikið betri heldur en hún var í fyrra og miklu meira bara sterk og virkilega góð lið, þannig að þetta verður bara mikil barátta bara strax í fyrstu umferð, þannig að það er bara snýst svolítið um það að vera svolítið rétt gírar og vera svona á réttu róli þegar það allt saman fer á stað. Það fá mikið framlag frá alls konar leikmönnum í kvöld og svona bolti verið ganga hraðar og þetta er einhvern veginn meira flæði í kringum. Ertu ánægður með það? Já, við vorum mjög góðir á báðum endum og varnarlega á köflum bara hörku flottir líka í rotation og öðru, og sóknin, jú, þetta er að vera að líta betur og betur út og menn er svona fættin að sjá koma líka skotafælir að fara að vera betra og við erum að koma boltanum á þá staði sem við viljum hafa hann og svona byrja þar og það er gott. Takk.